Já, Jesús málið fyrir okkur, þetta kristna fólk og hann alltaf að hvetja okkur áfram. Hann vill alltaf að við séum vakandi fyrir því sem hans og það svo auðvelt að sofna á verðinum og verða svona kannski eitthvað annað heldur við viljum sem kristið fólk. En það engin ástæða til þess því að Drottinn yfir og hann með efni handa okkur sem hvetur okkur og drífur okkur og hann á marga í þessari borg eins og segir sjálfur sem svona eru með hvatningarhrópið hans á vörum og það það sem við viljum fá hvatningarhrópið hans og þess vegna líka viljum við gera verkin hans og gera þau vel og láta vita að við erum líka til og tilbúin til þess að standa okkar varðstöðu í Jesú nafni. Við segjum þetta gott í dag og gerum meira seinna. Kæru vinir, það Jesús sem málið og hann eins og í gær vill uppörva mig í dag og með mér þig líka. Því hann Guð okkar beggja og Guð allra kristinna manna hvar sem í heiminum, þannig að við erum bræður og systur og erum stolt af því að eiga öll þessi systkini. Og það það sem Drottinn að stilla saman og hefur verið verkefni hans frá því hann hóf kirkjuna að stilla saman strengi mína við alla hina sem Drottinn með á sínu bandi og því hann vill að við störfum saman. Það málið að geta starfa með öðru kristnu fólki og það þjálfun í Jesú nafni, meira seinna. Að tala máli Drottins alltaf líf. Að vera með Drottni gefur hjartanu líf og það veitir hjartanu frið og huganum gleði og hvað þarf maðurinn meira en akkúrat að vera með aðgengi að þessu. En þetta líka einhvað sem ráðist á því að sá sem vill þér ekkert gott og heitir Satan reynir alltaf að setja upp vegg þarna á milli. Hann vill að þú sért dapur og döpur manneskja en þú og ég við ráðum því alveg sjálf hvort við leyfum þessu að eiga okkur. Og það alltaf hvatningin til að mynda með svona efni að það gerist ekki og þess vegna viljum við að menn haldist á varðbergi. Og nú ég að hvetja þér til þess að haldast á þínu varðbergi. Ekki veit ég með ykkur, en sjálfur veit ég fátt betra en það að fá að dveljast með Jesú, vera hjá Jesú og vita af honum í námunda við mig. Þetta gerlegt? Svo sannarlega. Af hverju? Jú, hann lifir. Hann raunverulegur, rétt eins og ég og þú erum raunveruleg, að þá Jesú líka raunverulegur. Þetta eitt af því sem trúin gefur okkur. Það þessi fullvissa það að Jesús sé svo sem hann og hann eigi að eiga hlutdeild með okkur í lífinu og þetta vill hann framar öllu gera fyrir mig og þig en ég þarf alltaf að vilja það. Ég þarf alltaf að segja já og ég þarf að rækta þetta samfélag við hann og svona efni einmitt til þess fallið að ég geri það meira seinna.
Við vitum að stundum erum við svona svolítið fátæk í andanum. Okkur gengur erfiðlega að nálgast Drottinn, okkur finnst hann vera fjarri og það er svo alls konar svona pælingar sem við erum ofta að glíma við. En á bakvið það allt saman vitum við að Drottinn er aldrei fjarri. Það er aftur á móti afstaða okkar til Drottinn sem gerur okkur svolítið fjarræn. Drottinn bara er, hann segist vera það sem hann er það og þetta vitum við á bakvið allt. Þess vegna keyrum við í herðarnar þegar við erum á þessum stað og drífum okkur áfram og vitum við erum komin aftur á þann stað sem við vorum á ekkert endilega svo löngum tíma, en trúin er og verður alltaf glíma meira seinna. Þegar dagarnir hjá okkur eru erfiðir og við kannski svona lúnir svolítið, hvað gerum við þá? Þá grípum við oft til bænarinnar, þá grípum við oft í þetta haldreipi sem við eigum í trúnni og við finnum að þaðan kemur styrkur. Þetta er allt saman með ráðum gert á Drottni því að hann gerir mig og þig háðan sér. Og það gerist einmitt með þessum hætti að það kemur yfir okkur einhver neyð sem við köllum neyð og þá vitum við hvert við eigum að fara. Við höfum engan annar stað til að fara á nema Drottinn. Og þetta er afskaplega notaleg hugsun og þetta er það sem gerir trúna að trú og þetta er eitthvað sem ég og þú þurfum að tala við annað fólk því annað fólk er eins og ég, það þarf að glíma og það þarf að eiga meira seinna. Svefn er góður og svefn gefur okkur hvíld, en sofandi í Drottni er ekki alveg eins gott. Sofandi í Drottni gera verkum að við erum ekki að velta trúnni svo fyrir okkur, en þess vegna þurfum við að vakna og þess vegna líka segir Drottinn í orði sínu vakið. Við þurfum að vera vakandi í trúnni og við gerum það með þeim aðferðum sem Drottinn notar, sem er til að mynda að hann notar hvort annað á hvort annað. Og maður brýnir mann eins og segir í orðinu. Þetta er það sem við erum að gera hér, þetta er það sem þú hefur oft gert og við öll höfum oft gert, en mættum stundum vera duglegri við því að það er þörf fyrir mína þjónustu meira seinna.